Komin sæl og blessun og velkomin aftur í kofan. Við ætlum að fara að dempa okkur í Apologia þar sem við ætlum að taka fyrir ótrúlega nákvæman spádóm, ekki bara hvað Messias eða Kristur mun gera, heldur hvenar hann mun gera það, sem mér finnst ótrúlega merkilegt í Daniels bók í 9. kafla. Þannig að við ætlum að hoppa út í þetta og við ætlum að taka fyrir Daniels bók 9. kafla, endilega vertu með okkur. Og ég vona að þetta sé uppbyggjandi fyrir þig og þína trú og vonandi svarar eitthvað að þínu spurningum. Þetta hluti af þáttaseríu okkar sem við erum að gera núna sem spádómarnir rætast. Alright. Herru, kannski eitt atriði til að taka fyrir áður en við höldum áfram. Ég ætla að byrja að gera Apologia aðra hverja viku akkurat núna. Þannig málið með vexti að við erum með fólk í kirkjunni okkar sem ensku mælandi, þannig að ég að gera annan þátt sem að fara yfir svipað efni og við erum að gera hér í dag, nema að það á ensku og það undir nafnu The Stranded Baptist og þannig að ég ætla að gera það aðra hverja viku, svo ætla ég að gera íslenskan þátt aðra hverja viku til þess að ég sé að gera efni fyrir allt fólki í kirkjunni okkar sama hvaða tungumál það talar. En áður en við förum út í þetta þá langar mig líka að nefna það að við viljum taka fyrir spurningar sem díla við kristna trú og þú getur verið áskrifandi af podcastinu okkar undir nafninu Lofstofan Baptistakirkja, þú getur gerst áskrifandi af YouTube rásin okkar og ef þú ítir á bjölluna þar þá færðu e-mail þegar við látum upp ný myndbönd og ef þetta talaði til þín, ef þetta var uppbyggjandi fyrir þig og þína trú, svaraði eitthvað spurningum og annað eins, þá getur þú hjálpað okkur og aðstofa okkur með því að deila þessum myndböndum með þínum vinum á samskiptamiðlunum. Þannig að við skulum bara fara að hoppa út í þetta. Nú, við ætlum að fara í Daniel 9. kapla, vers 25-27 og við ætlum að díla við þau vers sem koma þar fram. Og ég ætla að byrja bara að lesa þessi vers. Daniel 9, 25-20, fyrir ekki 27-26, þannig að við erum að taka fyrir hérna 2 vers. Hér segir, ég byrja á 24. versi, ég algjöru rugli hérna maður. 24. vers til 24-26. Höfum þar henni. 77 eru ákveðnar líð þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpin til fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir misgjörður og leiða fram fyrir eilíft réttlæti, til þess að innsigla vitrun og spámann og víja hið háheilaga. Við því og hygg að frá því orðið endurreist Jerúsalem út gekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og 62 sjöundir. Skuli torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingartímar séu og eftir þær 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga og borgina og helgidómin mun eyða þjóð höfðingja nokkurs sem koma á. Þannig að þetta gæti verið svolítið ruglandi þegar við lesum þetta fyrst, en hann að tala spádóm, hann að tala þennan höfðingja, henn smurða höfðingja sem mun koma, náttúrulega smurði, gríska orði fyrir það er Kristos, hebraska orði fyrir það er Messía, sem er Messias eða Kristur. Þannig að við erum að tala hér að þessi smurði mun koma og þegar hann kemur það mun gerast eftir að skipunin fer út, sem að endurbyggja Jerúsalem, þannig að mér langar að setja upp bara tímalínuna fyrir okkur. Þannig að tímalínan sem við sjáum í þessum versum hjá okkur í dag að skipun fer út að endurbyggja Jerúsalem til þess að gefa ykkur aðeins betra dæmi hvar Daniel að skrifa þetta. Hann í höll Nebukadnesar í Babylon á þessu tíma þar sem að Babylon kom og tók Ísraelsmenn í útlegð í 70 ár og hann þar sem einn af þjónum í þessari höll. Og hann að segja að þegar skipunin fer út að það eigi að endurbyggja upp Jerúsalem sem mun leiða því að musterið og torgin og strætin eru reist að þá munu vera 69 vikur 69 sjöundir eins og hann segir þangað til að Messias kemur og uppfyllir spádóm 24 í 24. versi það sem segir friðþægir fyrir misgjörðir og leiðir fram eilíft réttlæti. Og að þú pælir í þessum orðum friðþægir fyrir misgjörðir og leiðir fram eilíft réttlæti, þetta kristin guðfræði. Þetta það sem við trúum að Jesús Kristur gerði fyrir okkur á krossinum. Hann kom til þess að friðþægja fyrir misgjörðir og leiða fram eilíft réttlæti. Nú, ef við byrjum aðeins að pæla í því bara hvað eru 69 sjöundir? Þannig að hann talar hann 70 sjöundir og 69 sjöundir og 7 sjöundir og 62 sjöundir
Það sem við sjáum í heildina að hann að gefa fram tímalínu sem eru 77 og hann að brjóta það niður í mismunandi búta. Til dæmis hann að segja að það kemur fyrst 7 og svo kemur 62 það að segja 69 í heildina og svo kemur seinasta 7, þannig að 77 í heildina. Og ég verð að gefa því kredit út að ég er oft í þessum þáttum að tala hvað íslenska þýðingin léleg. Ég verð að gefa því kredit hér og nú. Íslenska þýðingin betri í þessi vessum heldur flest allar enskar þýðingar, því að í ensku þýðingum þá þetta talað sem 69 vikur eða 70 vikur, sem ekki rétt, eða þú veist, þú gætir sagt á þannig, en það verið að tala 7. Það ekki talað út af flest allir þegar ég segi vika þá hugsar þú 7 daga, en í textunum þá hann ekki endilega að tala daga, hann að tala einingar af einhverju sem 7. Þannig að 7, 62, 77, þetta er mjög góð þýðing í íslenskunni hérna. Mér langar að taka fram þegar ég sé eitthvað jákvætt í íslensku þýðingunni, út af því ég tek það mjög oft fram þegar ég sé eitthvað neikvætt. Nú, hvað eru 69? Ég held að þegar þú heldur áfram að lesa Daniels bók, sérstaklega þegar þú ferði yfir í 12. kaplan í Daniels bók, sem seinasti kaplinn sem við erum að fara í núna á næstu 2 vikum, að þá kemur það augljóslega í ljós að þarna hver 7 verið að tala 7 af árum. Þannig að í heildina þetta 69 7 sem við erum að dvelja á hér í dag. Við viljum ekki taka fram seinustu 7 út af því að það spádómur það sem koma skal, og það sem við erum að dvelja á núna í þessum seinustu vikum í Apologia uppfylltir spádómar, þeir spádómar sem búið að gefa, sem búið að uppfylla núna. Þannig að við erum bara að pæla í þessu 69 7. Þannig að 69 7, 69 sinnum 7 eru 483 ár. Þannig erum við að tala Þannig að tímalínan skipunin fer út að endurbyggja Jerúsalem, og þegar sú skipun fer út þá munu líða 49 ár, 7 og svo 62 ár, þannig að í heildina 483 ár, þangað til að hinn smurði konungur Messias eða Kristur mun koma. Og þetta það sem meðist æðislegt við spádómareikningana, þeir eru mjög nákvæmir. Þegar þú pælir í dauða Jesú Krist til dæmis, það kemur fram mjög margt hvernig hann mun deyja, og ítarlegasta lýsingin á því hvernig Jesus Kristur dó skrifað nokkrum 100 árum áður en hann deyr á krossinum. Því að já, við sjáum lýsingu á dauða Jesú Krist í Guðspjöllunum, en það eru mun meiri ítarlegri atriði sem farið í dauða Jesú Krist í Sálmi 22 og í Jesaja 53 og annað eins. Þannig að það ótrúlega merkilegt hvað spádómareikningarnar eru ótrúlega nákvæmir, og það ótrúlega uppbyggjandi, og sérstaklega þegar við erum að pæla hér í dag. Hér hann basically að segja, hey, þegar að skipunin fer út að það að endurbyggja Jerúsalem, þá munur líða 483 ár og þá kemur Messias. Þetta mjög, mjög nákvæmt. En við verðum að pæla í því, hvenær fór skipunin út að endurbyggja Jerúsalem? Nú, í Biblíunni þá erum við 2 mismunandi skipanir sem eru teknar fram sem eiga við endurbyggingu Jerúsalem. Og ein að finna í Esra 7. kapla, versum 12-17. Mér langar að lesa þetta fyrir ykkur. Þetta á sér stað 457 árum fyrir Krist. Þannig að ég ætla ekki að rópa henni í mikrofónum, en mér langar að lesa þetta fyrir ykkur. Esra bók, sem bók í Biblíunni, 7. kapli, vers 12-17. Hér segir: Artasast, konungur konungana, til Esra prests hins fróða í lögmáli Guðs himnanna, og svo framvegis. Til Esra fróða í lögmáli Guðs himnanna, og svo framvegis. Ég að pæla í hvort hann hafi fengið einhvern annan til að skrifa þetta fyrir sig, og svo segja bara eitthvað og svo framvegis, skrifa eitthvað meira allavega. Við hoppum í vers 13. Ég hef gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestunum hans, levítunum, sem vill fara til Jerúsalem, skuli fara með þér. Þar þú ert sendur af konungi og 7 ráðgjöfum hans, til þess að gera rannsóknir Júda og Jerúsalem samkvæmt lögmáli Guðs þíns, sem þú hefur í höndum, og til að flytja silfur, það og gull, sem konungur og ráðgjafar hans sjálfviljulega hafa gefið Ísraels Guði, þeim bústað á í Jerúsalem. Svo og allt það silfur og gull þú fær í öllu
Babel skattlandi ásamt sjálfviljugjöfum lýðsins og prestana sem og gefa sjálfviljulega til musteri Guðsins í Jerúsalem. Fyrir því skalt þú með allri kostgæfni kaupa fyrir fé þetta naut, hrúta, lömb og matfórnir og dreipifórnir þær þar tilheyra og frambera þær á altari í húsi Guðs yðar í Jerúsalem. Þannig að hérna þessi konungur að gefa út skipun að hann eigi að fara og hann eigi að fara aftur til Jerúsalem og musterið sem búið að leggja í rúst, hann á að byggja það aftur upp og hann á að byrja að fórna aftur dýrum í því musteri. Nú, sumir taka þessa skipun sem á sér stað 457 árum fyrir Krist og þeir reikna 483 ár fram í tíman og lenda á 27 eftir Krist þegar Jesus skýrður af Jóhannesi skýrara og í rauninni þjónusta hans byrjar hér á jörð þegar hann í kringum 30 ára gamall. Nú, aðrir fara á annan stað í Biblíunni þar sem önnur skipun sem á við Jerúsalem í Nehemía í öðrum kafla og það segir nei, við eigum að miða við þessa skipun því að fyrir skipunin á bara við musterið en ekki strætin og ekki veggina og borgina sjálfa og spádómurinn í Daniel 9 talar að strætin og torgin verða endurreist. En ég vil taka það fram að eins og við lásum hér, kannski við lesum bara aftur frá Daniel 9 25, við því og hygg að frá því orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja 762 700 skuli torg hennar og stræti endurreist verða. Þannig að það ekkert endilega að tala að skipunin sjálf þarf að hafa það í sér að torgið og strætin þurfa að vera endurreist, heldur að það sem gerist eftir þetta að torgin og strætin eru endurreist. Nú aðrir vilja segja nei, talað torgin og strætin, við verðum að fara á eftir þeirri skipun sem talar að endurreisa borgin og strætin og ef þú hefur lesið í gennum Nehemía bók í Biblíunni þá veistu að Nehemía fer og hann fer eftir að þeir eru byrjaðir að byggja musterið en hann vil byggja upp veggi og múra borgarinnar og borgina yfir höfuð, ekki bara musterið sjálft. Nú, í Nehemía 2, öðrum kafla, í versum 5-8, þá lesum við þetta. Síðan mælti ég til konungs, ef konungi þóknast svo og ef þú telur þjón þinn til þess færan, þá send mig til Júda, til borgar þeirrar geymir grafir forfeðra minna, til þess að ég endurreisi hana. Það er endurreisi borgina. Konungur mælti til mín, en drottningin sat við hliðina á honum. Hversu lengi mun ferð þín standa yfir og hvenær kemur þú aftur? Og konungi þóknaðist að senda mig og ég tiltók ákveðin tíma við hann og ég sagði við konung, ef konungi þóknast svo, þá lát fá mér bréf til landstjórana í héraðinu hinum megin fljóts til þess að þeir leyfi mér að fara lönd sín þar til ég kem til Júda og bréf til Asafs, skóarvarðar konungsins, til þess að hann láti mig fá við til þess að kjöra af bálka í hlið kastalans heyrir til musterisins og til borgar múrana og til hússins ég mun fara í og konungur veitti mér það með því að hönd Guðs míns hvíldi násamlega yfir mér. Þannig að Donald Trump var ekki fyrstur með þessa hugmynd að byggja vegg og láta einhvern annan borga fyrir það. Við sjáum það hér í Nehemía í öðrum kafla. Nehemía fær þessa hugmynd, hann segir, hei, mér langar að byggja borgamúrana og þegar konungurinn byrjar að spyrja út í það, þá segir hann, hei, já, og mér langar að þú borgir fyrir það að ég sé að fara að byggja musterið og borgamúrana og líka ég ætla að byggja hús handa sjálfum mér. Láttu mig fá bréf þannig ég get fengið viðinn sem ég þarf frá skóum þínum. Nú, í fyrsta versinu í kaflanum kemur fram árið sem þetta á sér stað og líka reyndar mánuðurinn sem Nísan mánuður sem er merkilegt út af því að í Nísan mánuði páskahátíð gyðingana eiga sér stað. Í 10. dags Nísan mánaðar þá héldu gyðingar upp á páska og af hverju það merkilegt? Því að á Nísan mánuði á páskahátíð gyðingana var Jesús Kristur krossfestur. Þannig að ef þú heldur þetta viðhorf að þetta séu tilskipunin sem að á við en ekki hinn, að þá það svolítið sterk rök fyrir þig, en þessi skipun gefin út 444 fyrir Krist og passar ekki ef þú gerir svona típiska reikninga.
ef þú reiknar 444 eftir Krist og þú gerir bara mínus 483 og þú tekur úr núllið því að núllið ekki ár, það hoppar frá því að vera 1 fyrir Krist yfir í 1 eftir Krist, þannig að þá lendur á 38 eftir Krist. En einu árin sem að Jesús gat dáið voru 30 eftir Krist og 33 eftir Krist. Og ástæðan fyrir því að það eru einu árin sem koma til greina fyrir því að Jesús deyr út af því að Pílatus við völd í Jerúsalem, og þegar hann við völd þá aðeins 2 ár þar sem að hvíldardagur gyðinga og páskahátíð gyðinga eru á sömu helgi, passa saman, og það eru á 30. árinu 30 eftir Krist og 33 eftir Krist. Þannig að það eru 1-2 árin sem koma til greina fyrir dauða Jesú Krist. Nú ég held persónulega að það verið 30 eftir Krist, en það eru aðrir sem haldi að það verið 33 eftir Krist. Og Jesús dó þegar það var bæði hvíldardagur og páskadagur og páskahátíð gyðinga. En þeir sem halda í þessa stöðu, þeir halda í það að þetta sé verið að tala helgina áður en að Jesús deyr. Að þegar hann kemur inn í borgina á páskasunnudegi eins og við köllum það í dag, og borgin byrjar að kalla í hóstöfum Hósanna, Hósanna, og þeir byrja að tilbiðja Jesú, þeir byrja að fagna Jesú, og það í rauninni fyrsta skipti í Guðspjöllunum þar sem að þú sér að Jesús Kristur ekki að reyna að halda aftur af því að fólk viti hver hann út af því að þegar hann gerir kraftaverk þá segir hann oft við manneskjuna sem gerir kraftaverk, hei, ekki segja fólki hver ég því að minn tími ekki enn komin og annað eins, þannig að það eru margir sem segja hans tími til að sýna Jerúsalem og Ísrael hver hann var á páskasunnudegi þegar hann uppfyllti spádóminn að konungur Ísraels mun koma lítillátur, ríðandi á asna inn í borgina og hún mun ákalla hann. Og þegar hann gerir þetta og farisæðinir koma til hans og segir stoppaði fólkið í að fagna þér, að þá segir hann mjög ólíkt öðrum stöðum þar sem hann reynir að halda frá fólkinu hver hann þá segir hann, hei, ef ég læt þau stoppa þá muni steinanir fara að lofa mig. Þannig að það eru mjög sterk rök fyrir þessari dagsetningu. Þeir voru ekki þannig að en hér vandamáli í rauninni og vandamálið sem og þegar ég var að predika þetta fyrir einhverjum 4 vikum kannski, vandamálið hvað ár og það kannski skrítin spurning fyrir þig og mig, en hvort sem þú trúið ég ekki að þá var ekki alla tíð ár fyrir fólki 365,24 dagar. Þannig að í langan tíma þá til dæmis voru gyðingar með dagatal sem voru 12 mánuðir með 30 dögum í. Það var ár fyrir þeim og það eru 350 dagar í ári. Þannig að það svolítið mikill munur þar á okkar ári, Gregorian dagatalinu sem við erum að nota í dag og dagatalinu sem gyðingar voru að nota í den. En svo verður þetta enn flóknara, því að Babylon, eftir að herleiðingin á sér stað inn í Babylon og Ísraelsmenn fara þar og þeir sjá dagatal þeirra, þá fara þeir eftir á og þeir nota svona sólartungls dagatal. Þannig að þeir telja mánuði samkvæmt tunglinu og ár samkvæmt sólinni. Sólinni er það sem við notum til þess að tala ár hjá okkur. Sem þýddi það á nokkra ára fresti að þá er komið mikið skekkja því að sólin með 365,24 daga og 12 mánuður 350 dagar. Þannig að nokkra ára fresti, þá myndi ég held að vera 4 ára fresti eða eitthvað slags, þá myndi allt í einu vera ár, það sem eru ekki bara 12 mánuðir, heldur 13 mánuðir, bættu inn auka mánuði. Og vandamáli við þetta að þegar hann að tala 69 sjöundir af árum, hvers konar ár Daniel með í huga? Hann með þetta típiska dagatal sem gyðingar höfðu verið með þangað til þau fóru til Babylon, eða hann að nota sólardagatal, sólarár, og þeir sem halda í þessa seinni tilskipun frá konunum sem gerist 444 árum fyrir Krist, halda í gamla dagatalið, að það séu 12 mánuðir með 30 dögum í, að ár hafi verið 350 dagar. Nú, það sem gerir þetta enn kannski flóknara það að þetta skiptir í rauninni ekki máli hvað Daniel hugsaði þetta og heldur hvað Guð var að pæla í þegar hann sagði ár. Hversu marga dagar voru í ári
samkvæmt honum. Var hann að nota gamla gyðingadagatali, var hann að nota sóluna, þannig að þú getur hoppað í kringum þetta. Og svo enn eitt sem gerir þetta flóknara er að Daniel er að skrifa þetta á tímum útlegðarnar. Þannig að á þessu skiptingatímabili áður fyrr þá voru þeir að nota tunglsdagatal, eftir Babylon útlegðina þá voru þeir að nota sólartunglsdagatal, en Daniel er að skrifa þetta í útlegðinni þar sem við veitum ekki nákvæmlega hvort hann sé að nota gamla dagatalið eða hvort hann sé búin að færa sig yfir í nýja dagatalið. Þetta verður allt mjög flókið þegar þú byrjar að pæla í þessu. Ég var mjög mikið að lesa undarlega greinar dagatöl þegar ég var að undirbúa þessa predikun fyrir kirkjun okkar. En þetta gerir þetta flókið, og persónulega þá held ég í það að fyrri tilskipunin hafi verið svo rétta og að við séum að nota sólartunglsdagatal. Það er svo kenning sem ég held í okkur núna, og ef þú ert með betri kenningu, ef þú ert með vers fyrir því og getur sýnt mér að ég hef rátt fyrir mér, er alveg tilbúin að breyta kenningu, en okkur núna þá held ég þetta. En nánast hvernig sem þú reiknar þetta dæmi upp, hvernig þú reiknar þetta 483 ár, það á þetta við lífstíð Jesú Krist. Það sem að hann kemur og hann uppfyllir hennar spádóm. Það er engin önnur manneskja í mannkyns sögunni sem kemur til greina fyrir þetta sérstaka atvik sem að er að friðþægja fyrir syndir og gefa eilíft réttlæti og að deyja einhvern veginn í leiðinni, eins og við sjáum í þessu spádómi. Og það er engin önnur manneskja í mannkyns sögunni sem kemur til greina, og þetta bara vill svo til að eiga við lífstíð Jesú Krist, sama hvernig þú í rauninni reikna dæmið. Og ástæðan fyrir því ég hallast að fyrirdagsendingunni er svo að minnst þetta passa mjög vel við hvernig Daniel skiptir upp vikunum, og kannski þú tókst eftir því þegar við vorum að lesa þetta. Hann talar að það eru 7 sjöundir og svo eru 62 sjöundir, og ég var að klóra mér í hausnum yfir í af hverju segir hann ekki bara 69 sjöundir, af hverju að flækja dæmið, og það fannst mér passa mjög vel þegar ég las frá Humphrey Prideaux, sem var sagnfræðingur fyrir einhverjum 200-300 árum, og hann byggði kenningu sína á Flavius Josephus, sem var sagnfræðingur á fyrstu öldinni eftir Krist. Nú hans kenning var svo að musterið hafi verið endurbyggt á 15. ári Darius Northus, sem var konungur, og hann byggði þá kenningu meðal annars á Flavius Josephus. En ef hann hafði rétt fyrir sér, og ef Flavius Josephus hafði rétt fyrir sér, þá þýði það að það tók 49 ár að byggja upp musterið Guðs, sem er ótrúlega merkilegt fyrir mér. Af hverju er það merkilegt? Út af því að hann skiptir þessu upp í 7 sjöundir og 62 sjöundir, og ef við tökum 7 sjöundir af árum, hvað er það? 7 sinnum 7 eru 49. Þannig að það gæti verið að hann sé að leggja niður, þetta langan tíma að byggja musterið, og svo munir 62 sjöundir af árum þar sem að Ísrael munir verið til staður, og svo kemur Messias, sem er ótrúlega merkilegt fyrir mér, og svarar þessari spurningu sem ég var með, af hverju að skipta þessu niður í 7 sjöundir og 62 sjöundir. Og með þessum spádómum erum við ekki bara einungis búin að fá að heyra hvað Messias mun gera, þrátt fyrir að það innifellir í sér, þannig að í versi til dæmis 24 hann mun friðþægja fyrir syndir lífsins, heldur hvenær hann mun gera það. Og taktu svo alla spádómana og þessi tímasending á við lífstíð Jesú Krist. Nú það eru kristin einstaklingar sem eru að rífast hvort þetta eigi við enda þjónustu hans hér á jörð viku áður en að hann deyr, þegar hann kemur inn á páskasunnudegi inn í Jerúsalem og borgin fagnar honum, eða hvort þetta eigi við upphaf þjónustu hans, það er að segja 27 árum eftir Krist, þar sem að hann er skýrður af Jóhannes skýrar að heila randir kemur niður eins og dúfa, rödd kemur af himni, þetta er minn elskaði sonur. Það eru í rauninni það sem að flest allir eru rífast hvort eigi þetta við eitt eða annað, og hvort dagatalið eftir að nota til þess að reikna dæmið. Taktu svo alla spádómana sem við erum búin að dvelja á í senustu vikur sem eiga við Messias, sem eru mjög margir og ítalegir hvar hann muni fæðast og hvernig fólk mun horfa á hann, hvernig hann mun deyja, hvaðan hann kemur, hvernig starf hann mun gera á jörðinni, hvernig kraftaverk hann mun gera, og að hann mun rísa upp frá dauðum og annað eins.
Þú lætur þetta allt saman, gefur því þessa dagsetningu, segir hei, á þessari dagsetningu mun allt þetta eiga sér stað og þú áttar þig á því að reikningarnar mörg hundruð árum áður en að Jesús Kristur kemur með spádómum er að benda á Jesú Krist og verk hans og dauð hans og uppreis hans og allt það sem hann er að gera. Það er ótrúlega mikið af spádómum sem er að benda á Jesú Krist. Það er alveg ótrúlegt. Það er engin önnur manneskja í mannkyns sögunni sem kemur til greina til þess að passa við þessa spádóma. Nú, Guð innsiglaði þennan spádóm, hann talar um það í Daniel 9. kapla í 24. versi, hann ætlar að innsigla þennan spádóm og nú hvað þýðir það? Innsigli var oft þegar þú skrifaði bréf og þú rúlaði því upp og þú lest annað vax eða leir á það og þú varst með svona merki þinna fjölskyldur eða eitthvað svoleiðis og þú lest það á leirinn, þú gafst öðrum einstakling bréfið og þegar hann fekk bréfið þá var innsiglið ennþá á því sem þýddi að engin annar var búin að opna það og þú vissir að það var frá þessari sérstöku mannesku því að þeirra merki var á þessu. Nú, hvað á Guð við með því? Er hann að segja að það sem við eigum ekki að vita Daniels spádóminn út af því hann á að vera innsiglara, hann á að vera lokaður og við eigum ekki að geta að lesa hann? Nei, ég held að það sé vera að tala um að hann mun sína fram á að þetta sé sannur spádómur, að þetta sé, ég veit ekki íslenska orðið fyrir þetta, authentic, að þetta sé raunverulega af Guði komið, að þessi spámaður og þessi spádómur sé af Guði komin. Hann er að innsigla þennan spádóm með því að segja að Jesús mun koma og uppfylla hann í eitt skipti fyrir allt. Þannig að það er ótrúlegt að sjá. Og mér langar að spyrja, ert þú skeptískur á trúna? Þá langar mig að spyrja þig þessu, hvað myndi sannfæra þig að þessi trú er rétt? Hvað þarf til að fá þig til að játa það að kristin trú sé rétt? Hvaða rök þyrftir að fá að heyra? Og flestir pæla ekki í þessari spurningu, flestir eru mjög til í að vera á móti trúni en pæla voðalega lítið í hvaða þyrfti til þess að sannfæra mig að þessi trú eða hinn trú hefði rétt fyrir sér og það sem mig langar að leggja til er það að þú horfir á uppfyllta spádóma og þú spyrir þig, er í reikningunum eitthvað sem aðeins Guð gat gert í mannkyns sögunni og aðeins Guð gat vitað og ef þú horfir á spádóma skrifuð hundruðum ára áður en þeir rætast og horfir svo á þá rætast að það megi sannfæra þig að það er eitthvað öðruvísi við Biblíuna, að þetta er áreiðanlegt, að þetta er eitthvað sem aðeins Guð gat vitað. Rétt eins og þegar þú setur password, lykilorð fyrir einhverja síður, þá er stundum beðið öryggisspurningar og þú ert að fylla þar út hvað fyrsta gæludýrið þitt hét eða hvað fyrsta bíltegund þú áttir eða eitthvað svo leiðis hvað mamma þín heitir eða amma þín heitir til þess að sína fram á að þú sért raunverulega þú. Þannig að ef þú týnir lykilorðinu þá getur þú tekið þessar spurningar og til þess að þeir viti að þetta sé raunverulega þú, þá þú að svara spurningum sem aðeins þú veist. Þannig að kannski að þú ættir að leyfa Guði að svara þessum spurningum, þessum öryggisspurningum. Er eitthvað í Biblíunni sem aðeins Guð hefði getað vitað og gert og séð til þess að það myndi gerast. Og þegar þú byrjar að horfa á þessu uppfylltu spádóma þá er ekkert annað sem kemur til greina. Gefðu líf þitt Jesú Kristi, allt annað líf er ekki líf yfir höfuð. Líf í fullri gnægð er í honum. Og það sem mér finnst undarlegast af öllu er þetta. Ímyndaðu þér að þú standir við kross Jesú Krist þegar að vera krossfestan og þú ert búin að færast aftur í tímavél og þú veist hvað þetta þýðir fyrir mannkyns söguna og þannig fyrir framan þig að horfa á Jesú Krist á krossinum stendur gyðingur sem veit ekki til fulls hvað er að gerast. Og þannig kemur þú að honum og hann veit ekkert hver þessi Jesús er, hann hefur heyrt einhverja sögur hann en þetta er náttúrulega bara hræðilegt að vera að pynta hann og drepa hann og þú myndir lappa upp að þessum einstakling og þú myndir segja, vissir þú að þessi fyrirleikni náungi, þessi náungi sem hangir hér á tré, pyntaður og niðurlæður við það að deyja, mun framvegis í mannkyns sögunni vera þekktasti gyðingur sem þessi heimur hefur séð. Að þessi einstaklingur sem þú ert að horfa á núna sem er niðurlæður og hangir á krossinu fyrir fram að þig er orsökin fyrir því að margar milljónir allan heim frá mörg hundruð þjóðum munu hætta að tilbiðja sína Guði og munu byrja að tilbiðja hinn eina sanna Guð Ísraels. Þessi maður sem þú horfir núna á og þú ert með vorkunn fyrir honum, þú sérð ekkert mikið við hann. Þessi maður mun breyta mannkyns sögunni og þú segir á sama tíma við hann, þessi maður sem allir fyrirlíta okkur núna og allir hata okkur núna og hann er að deyja eftir nokkur hundruð ár, þá verður mannkyns sögunni skipt í tvennt.
áður en að hann fæddist og eftir að hann fæddist. Nú, ef þú segir þetta við manneskuna sem stendur hann fyrir framan krossin og horfir á hvað er að gerast, heldur þú að þessi manneskja myndi trúa því að það sem þú varst að segja væri satt? Ég held ekki. En það sem við sjáum í þessu er hversu ótrúlegur Guð er. Hann hefur tekið það sem var dauði og hann hefur gefið líf, það sem var vonleysi og gefið von. Hann hefur notað þjón sinn Jesú Krist og son sinn Jesú Krist til þess að upphefja Guð og hans mátt. Hann hefur tekið það sem var slæmt og gert það að einhverju sem gefur Guði dýrðina. Heldur þú að þú myndir trúa því ef einhverju myndir segja þetta við þig og þú stæðir við krossin hjá Jesú Kristi? Ég bið að þú trúi því og ég vona að þetta hefur verið uppbyggjandi fyrir þig og þína trú. Ég vona að þetta hefur blessað þig og ég vona bara að Guð blessi þig og verið með þér og gefið þér náð. Og ef þú ert ekki trúaður og hefur ekki látið traust þitt á Jesú Krist, þá bið ég þig að láta trú þín og traust á Jesú Krist og fylgja Jesú Kristi. Og ef þið langar að vita meira trúna, þá er þið velkomið að hafa samband við kirkjun okkar, þá er þið velkomið að senda e-mail á apologia@lofstofan.is og ég myndi elska að fá að tala við þig það hvað það þýðir að fylgja Jesú Kristi og hvað það þýðir að vera kristinn. Það er ekkit abrakadabra dæmi hér í gangi. Þetta er einfallega að játa Jesú Krist sem drottinn þinn og frelsara í öllu því sem hún gerir. Þannig að Guð bless ykkur, takk fyrir daginn, takk fyrir að vera með og ég vona að þetta verið blessun fyrir ykkur. Bye bye. Ef þú fílar það sem við erum að gera hér í Apologia, þá er þið velkomið að gerast áskrifandi af myndböndum okkar á YouTube. Þú getur farið á það, þú getur ítt á subscribe fyrir neðan myndbandi, þú getur ítt á bjölluna ef þú vilt fá e-mail þegar við gefum út ný myndbönd, ný viðfangsefni. Þú getur líka hjálpa okkur með því að like okkur á YouTube, like myndböndin á Facebook og gefa okkur einkunn á til og með þeim podcast platform sem þú ert að nota. Ef þið langar að taka þátt í að koma þessu út, svo auðvitað getur þú deilt þessum myndböndum með öðrum. En þakka þér fyrir að horfa á Apologia og ég vona að þetta sé blessun fyrir þig.